Góðan dag. Í þessu vídeo ætla ég aðeins að fara yfir skráartýpurnar sem við erum að nota til að vista 3D-módelin og stillingarnar í Prusa Slicer til þess að undirbúa skrár fyrir prentun. Já, nú skulum við kíkja aðeins á Prusa Slicer og skoðum skrárnar sem ég er búinn að útbúa hérna fyrir þetta vídeo og munin á þeim hvað er þetta að gera í hverjum tilfelli fyrir sig. Svo hérna er ég bara með Prusa Slicer, bara nýjast útgáfu, og hér vinstra megin er ég með 3 gerðir af skrám, STL-fæl sem er hefðbundið svona 3D-módel, 3MF sem er nýra kerfi sem inniheldur stillingar líka, og svo hérna export út úr Fusion 360 sem er step-fæl, og step-fæl er skrár sem þú sér stundum á netinu líka, og það er skrár sem þú getur opnað í CAD-forriti og editorað eftir á í CAD-forritinu. Það er erfitt að breyta STL-fæl í flestum CAD-forritum, það er þetta að nota mesh mixer eða eitthvað svoleiðis, en það er þetta að breyta skránum í Fusion 360 eftir á ef þetta er step-fæl. Þannig að stundum sér maður step-fæls séraða á svona 3D síðum eins og printables og svoleiðis. En byrjum á því að opna hérna STL-skrána og ég dreg hana bara hérna yfir og þá opnast bara þessi skrá, og þetta er bara basic svona test og hérna ástæðan fyrir að ég bjó hana til svona er að sýna að ef ég myndi prenta þetta svona út bara, þá hérna, ef við slæsum þetta hérna, bara slice now, og þá myndi við lendi því að þessi partar hérna, þessi bláu partar hérna undir, þetta myndi bara hanga í loftinu og þetta myndi aldrei geta prentast svona út almennilega. Það er ekkert sem að styður hérna við þessa brún sem stendur hérna út, og þetta módel er viljandi gert svona bara, og það er hlekkur á þetta módel í lýsingun á vídeónu, þannig að þið getur nördast með þetta saman. En það er eiginlega alveg sama hvernig ég snýð þessu módeli, að alltaf er einhvers staðar svona overhang. Þannig að þetta er svona vandræða gripur hvað það varðar. Þannig að það er alltaf eitthvað vesen. Það er hvergi friður til þess að styðja við hvort annað. Þannig að þetta er módel sem að þyrfti að hafa support, og til þess að ákveða það, að sjá það hvort að það þurfi support, það er þegar maður er búinn að slæsa og skoða hérna það sem heitir blátt hérna overhang, og það eru þessi gaurar hérna. Þetta hérna er vandræða svæði, og ef maður sér þessa bláu reiti hérna í módelinu, þá veit maður það að það þarf support, og til þess að virkja supportin þá getur maður farið hérna í stillingarnar hérna og maður getur valið hérna everywhere, og þá býr hún til support bæði frá plötunni og líka frá módelinu sjálfu, ef að væri hægt að búa til support frá ofan á módelið sem að styður eitthvað þar fyrir ofan. Þannig að það getur stundum þurft að gera það, og svo getur maður líka valið hérna build plate only, og þá er hún til support sem er bara frá prentplötunni, og þetta hérna support enforcers only, að hérna getur maður teiknað inn sjálf hvar maður vill fá supportin. Þannig að það er svona aðeins flóknari aðgerð, en byrjum bara að velja hérna support on build plate only og slæsum þetta aftur hérna, og þá koma hérna support. Og support er eitthvað sem maður brýtur í burtu þegar maður er búinn að prenta hlutin, og það sem hlutir getur verið mismunandi, og það getur verið mismunandi erfitt að ná supportunum út úr prentunum, að þá eru hérna til nokkra gerðir af support, og til þess að breyta því þessum gerðum af support, þá fer maður hérna í print settings, support og style hérna, og þá er hérna grid, snug og organic. Og þetta sem ég var með valið var snug, og þá er supportin liggjaðu alveg samhliða prentinu hérna. Það er engin brún hérna á milli. Þannig að ef ég fer hérna og vel núna grid
fer aftur í þetta og ég þarf að slæsa hérna aftur til þess að fá þetta, þá sjá að söppbortið kemur svona út fyrir og stýður betur við ef það eru brúnir. Þannig að það getur verið auðveldara að ná þessu af. Það verður ekki alveg samhliða prentinu sjálfu. Svo þriðja stillingin sem hérna organic og það mjög vinsæl típa af söppbortum og það svona trjágaurar hérna sem vaxa svona upp smá saman og neðst verða þeir þykkastir og breiðast svo út í svona greinar og þetta getur verið mjög þægilegt söppbort, sérstaklega þar sem að þú getur valið sko söppbort billplate only en þetta söppbort vex til hliðar og getur þá farið inn í prentið raunverulega og verið þá alveg frá billplateinu en farið samt inn undir prentið eins og þetta everywhere stilling myndi gera. Þannig að tree support ótrúlega sniðugt og svona uppáhaldssupportið. En segjum núna að þetta sé bara orðið fínt og allt saman æðislegt. En núna ég búinn að stilla þetta og segjum að ég ætla bara að prenta þetta og þá get ég sent þetta inn á prentarann og ég með Prusa Connect uppsett hjá mér, þá sendi ég bara prentið inn í Prusa Connect og það heldur utan öll prentjobin mín og það getur öll að prenta aftur eitthvað sem ég hef búinn að gera áður eða sé hvernig prentinu að ganga bara í farsímanum eða í appinu. En núna þetta bara tilbúið og ég get prentað þetta svona. En núna ætla ég að opna hérna 3MF skrána sem ég hef búinn að útbúa og núna sjáum við að hérna bara einhverja stillingar í Prusa Slicer og segjum bara ég sé með eitthvað PLA og einhverja gamla stillingar sem ég var að nota áður og ég dreig þetta hérna yfir og núna fæ ég möguleika að velja Open as a Project eða Import 3D Models Only eða Import Config Only. Þannig að ég get fengið bara allar stillingar eins og ég var búinn að vista í 3MF skráni hérna inn ef ég gerir project eða bara fengi mótilið ef ég vil ekki nota stillingarnar eða bara stillingarnar. En núna ætla ég að velja þetta bara og þá bælur hann á mig hvort ég vilja vista það sem ég var að gera áðan, gerir það bara, sleppi því og núna í þessari skrá ég með þetta mótil hérna bara 3 sinnum. Þetta allt saman mótilið en ég var búinn að stilla þessu svona upp og það sem ég var líka búinn að gera að ég var búinn að velja mismunandi tegundir af support típu fyrir hvert og eitt. Þannig að hérna í þessu þá ég búinn að velja hérna organic support. Í þessu mótili ég með grid support og í þessu mótili hérna ég með snögg. Þannig að ef ég hefði einhver ástæð til þess að vera með mismunandi típur af supporti eða bara hverjar aðrar stillingar sem mann dettur í hug, mann getur farið hérna bara í allar stillingarnar og þær vistast þá með 3MF skránni sem maður geymir. Þannig að núna sjáum við líka, hérna komið Custom Print Settings, það þessi support material, hún komið með PETG efnið og þennan prentara hérna. Þannig að núna ef ég slæsa þetta niður hérna, þá sjáum við að ég fæ þessar stillingar í skrána og núna get ég sendt þetta á prentarann og þarf ekki að gera þetta handvirkt. Segjum að þetta væri eitthvað verkefni sem ég var að prenta bara öðru hvoru alltaf og þá þyrfti ekki að vera að stilla þetta upp í hvert einasta skipti. Þá á ég bara þennan fæl og það bara opna hann og prenta hann, slæsa hann og senda hann á prentarann. Þannig að þetta mjög þægilegt kerfi þetta 3MF og það þetta að vera bara raunverulega stilla upp alveg heilli prentplötu með fullt af hlutum eins og maður myndi vilja og þá þarf maður ekki að stilla allir upp aftur og maður getur verið með eins og bara segjum að þessi hlutur væri með 10% infill og þessi 5%, þá getur maður verið að stilla það mismunandi í hlutunum og það vistast allt saman. Þannig að það kosturinn við 3MF. Og svo þriðja típan sem ég með ég eyði þessu bara og það step file og draugum það niður. Og þetta rauninni ekki
þetta allt öðruvísi tegundaskrá, hún er svona fyrir CAD-forrit, þannig að hérna fæ ég sko möguleika hvernig ég ætla að breyta þessu step-file yfir í mesh sem er 3-bita-módelið og hérna get ég valið bara nákvæmnina í módelinu og ég hef ekki séð ástæðu til að gera annað en bara hæ í þessu og þá opnast þetta bara og hér sér bara nafnið á skránni og hérna get ég gert hvað sem er við þessa skrá til þess að undirbúa hana og bara eins og áður. En kosturinn við step-file er það að maður getur opnað þessar skrár í CAD-forriti og haldið áfram að breyta skránni eins og maður væri bara að vinna með orginal CAD-verkefnið. Þannig að það er ástæðan fyrir að sér stundum step-files sem eru útgefin til þess að þú getur editerað verkefnið eða semst hlutin. Þannig að núna get ég bara prentað þetta út eins og áður og það sem ég ætla að sýna ykkur núna er bara svona mjög basic stillingar og í Prusa-Slicer og það er raunverulega þrennt sem ég er að gera hérna. Það er sko að hérna er ég með hennar hlut og eins og ég útskýrði áðan að þá þarf ég að hafa eitthvað support á þetta en ég get valið hérna tek hennar hlut og ítið á þennan place on face þá get ég valið hvernig hann snýr á prentplötunni og það getur haft áhrif á styrk í prentinu, hvaða leið maður vill nota til að prenta og stundum vill maður hafa á hlið og stundum upp að endan og stundum á hvolfi og allt svoleiðis. Maður getur oft spara sér support með því að snúa hlutnum og þetta er svona mjög þægileg leið til þess að setja þetta á einhvern ákveðin flöt. Svo hérna núna setur hún svona og þetta var erfitt að prenta þetta svona en hún býður upp á þetta. En svona er þetta, þannig að þetta er mjög góð stilling að vita af. Og svo er næsta stilling, það er hérna print settings. Þá getur maður valið hvað maður ætlar að prenta nákvæmt. Eftir sem að nákvæmara þá er líka lengur að prenta en prenti verður þá fínna og ekki jafn gróft. Og ég prenta hana yfirleitt bara 0,20 og ef ég sé að flýta mér eitthvað þá fer ég kannski 0,28 í draft. Munar ekkert neitt rosalega mikið, stundum bara vill maður hafa þetta aðeins grófara eða aðeins fínna. Og þannig að maður velur það hérna og núna kemur hún að því ég valdi eitthvað þá segir hún að hún er að bauna á mig að því ég er með þessi custom stillingar þannig að ég gerir bara keep á þetta en þetta er eitthvað sem maður velur. Svo næsta er filamentið. Það er hvaða efni maður er með, prentiminn maður er með í prentaranum og hérna er ég með að valið PETG, maður getur valið PLA og ég er búinn að setja bara nokkur filamenttýpur inn í forritið. Það er þetta að importa þessu í Visatunum þegar maður setur upp Prusa-Slicer en svo getur maður búið sér til sin eigin profile og segjum bara að ég sé með eitthvað random PLA filament og ég sé búinn að komast að því að það hendi að prenta það á einhverjum ákveðnu hitastigi. Þá getur ég farið í filaments og í nozzle temperature valið sem bara ég sé með 115 og það er fyrsti layerinn og næsti layer sé 210 og þá getur ég farið og vista þetta preset sem eitthvað frá honum Jóni Þannig að svona vista maður stillingar fyrir filamentið og það sem að flest tilfellum að eiga við er bara hitinn á prentstútnum sjálfum nozzlinu og stundum á prentflötnum sjálfum. En yfirleitt ef maður velur típuna, hvort þetta er PETG eða PC eða PA sem nylon eða ASA eða eitthvað svoleiðis, þá er nú yfirleitt með svona best practice bed temperature og ef maður er með chamber í prentara í sem er lokaður eins og Core 1 eitthvað svoleiðis, þá kemur líka chamber temperature en ég er ekki með svoleiðis prentara þannig að það er bara 0 í þessu en það sem maður gerir basically er að velja sér grunnfilamentið og ég er með
prósamentin öll hérna og svo hérna bara eitthvað generik og þá getur maður breytt hitastiginu og vistað það niður. Þannig að það er eitthvað sem maður vill halda utan og hérna er filamentið sem ég gerði, þannig að ef ég vil nota þetta einhvern tíðan síðar þá er þetta hérna til og maður smá saman svona safna sér upp library af filamentum sem maður notar og þar að leiðandi vistar maður niður presetin fyrir það filament sem er algeng og stundum kannski fær maður eitthvað template og vill eitthvað eiga við það og þá getur maður vistað það niður hérna. En svo náttúrulega bara þriðja að fjórða, það er bara prentararnir og núna í mínu tilfelli er ég með þessar 2 prentara hérna, MK3S prentaran og MK4 og MK4S heitir hann og þá get ég valið það hérna milli og hérna get ég líka valið system preset það sem ég er með núna í þessu tilfelli high flow nozzle og svo ef ég væri ekki með hana þá myndi ég velja þennan hérna gaur og vista hans preset. Þannig að hérna er ég búinn að vista niður gamla prentaran minn og nýri prentaran minn hérna. Þannig að þá myndum að velja hérna prentaran og þegar maður er búinn að fara í gegnum þetta allt saman, þá slæsir maður og núna sjáum við hvernig þetta kemur út með þær stillingar sem ég var með áðan og þá getur sendt þetta hérna. En þú getur líka, ef þú ert með sem bara ekki Prusa Connect, þá getur við segjum bara að ég er ekki búinn að stilla þetta preset, þannig að hef ég möguleika að exporta G-kódinu hérna og get bara vista þetta sem G-kód sett á USB-kubbinn eða SD-kartið og fara með í prentaran og prenta út. Hérna er líka möguleiki að senda þetta á prentaran beint án þess að fara að nota Prusa Connect. Þetta er bara beint á prentaran sjálfan og ég er með IP-tölu á honum og get sendt prentjobbið þangað eða þá líka eins og ég er með á þessum prentara á 3M, þá er ég með Octoprint uppsett á Raspberry Pi og get sendt prentjobbið inn á Octoprintin og hann sér að halda samskiptunum við prentara, þannig að ég kort eða USB-lykla til að þvælast hérna á prentarana. Ég get bara sendt þetta í gegnum netið. Þannig að það er mjög þægilegt að þetta þurfi ekki að vera að fara með USB-kubb eða SD-kort á milli prentarana. Þannig að það er svona það sem að auðveldar manni lífið þegar maður er að prenta mikið að vera búinn að setja prentarana á netið og prenta þannig. Þannig að núna er ég búinn að prenta þessa testprent út og hérna er prentplatan bara eins og þetta kom frá prentaranum og þið sjáu hérna í close-up myndavélinni mismunandi tegundir af support. Ná þessu bara af og þá sjáu þið hérna hvernig supportin eru og það er svona frekar auðvelt að taka það af og tree-supportin voru erfiðust að ná af. Það er kannski stillingaradrið bara líka. Þannig að það er fleiri stillingar í Process Slicer sem að ráða til dæmis hvað supportin eru nálagt prenthlutnum sjálfum. Það getur verið stundum erfitt að eiga við supporti ef að supportin prentast og nálagt hlutnum. Þannig að það er svona advanced stillingar. En hvað þetta en þetta er allavega pælingin með þessu vídeói, það er að bara fara í gegnum svona grundvallar munin að þessum skráartípum og hvernig maður stillir upp prenti í Process Slicer. Ferlið er mjög svipað í öðrum hugbúnaði, Orca Slicer og Bambu Labs. Ég bara þekki ekki Bambu Labs Studio og ekki Bambu Labs prentara, þannig að ég get ekkert sýnt það með einhverju viti og ég hef alltaf notað bara Process Slicer og það virkar vel með prentarunum mínum. En þetta er allavega það sem ég ætla að tala um í dag. Næsta vídeó verður eftir viku og þá ætla ég að fara eins yfir prentaran sjálfan, hvað er svona upp og niður á 3D prentara og hvað maður er að spá í varðandi prentarana sjálfa. Þannig að við bara sjáumst þá og ég þakka fyrir árið. Takk fyrir mig.